Komið þið sæl, ég heiti Sigrún Helga og í þessu myndbandi ætlum við að skoða línulega aðferðsgreiningu í tölfræði frá grunni og við ætlum að skoða einfalt línulegt líkan hluta 2. Við framkvæmum línulega aðferðsgreiningu til þess að skoða samband tveggja talnabreyta. Önnur breytan er skýribreyta og eru x-ás og hin breytan er svarbreyta sem eru y-ás. Við gerum ráð fyrir að það sé engin óvissa í mælingunum okkar á skýribreytunni en það getur hins vegar verið óvissa í mælingunum okkar á svarbreytunni. Ef það væri engin óvissa, þá væri fullkomið línulegt samband milli þessara tveggja breyta. Það er að segja að við gætum með jöfnu beinna línu og fyrir hvaða gildi sem er á skýribreytunni myndum við vita akkúrat hver gildi á svarbreytunni væri vegna þess að það væri sá punktur á línunni, það væri raun og veru það y-gildi á línunni sem svaraði til þess x-gildis. En við erum að framkvæma tölfræði og við erum að framkvæma tölfræði vegna þess að það er einhver óvissa. Að í staðinn fyrir þess að við vitum nákvæmlega fyrir hvert x-gildi, hvert y-gildi á að vera, þá falla punktarnir aðeins fyrir ofan eða neðan línuna. Og þetta er sá raunveruleiki sem við búum við. Náskylt þessu er hugtak sem heitir leifar. Leifar er rosalega mikilvægt hugtak í línulega aðferðsgreiningu. Leifar eru lóðrétta fjarlægðin frá mælingunum okkar að aðhvarfslínunni sem lýsir sambandinu. Þær eru táknaðar með og það er hægt að reikna það einfaldlega með mældu fjarlægðinni frá svarbreytunni okkar að því spágildi sem talið að hún hefði átt að taka. Og við höfum orðað það þannig að punktar sem lenda fyrir ofan aðhvarfslínuna hafi jákvæða leif. Það er að segja þegar þessi stærð hérna er jákvæð, en punktar fyrir neðan aðhvarfslínuna hafa neikvæða leif. Skoðum aftur myndina. Hér voru gögnin okkar, samband ummálstrés, hér mælum við tré áður við höggum það og skoðum svo rúmmálið og timbri sem fæst fyrir hvert og eitt tré. Við erum búin að meta með jöfnu með aðhvarfslínu, með jöfnu minnsta kvadrata erum við búin að meta hvaða lína lýsir þessu sambandi og hér erum við svo með raunverulegu mælingarnar okkar og sjáum þær falla annað fyrir ofan eða neðan línuna, að víkja aðeins frá henni. Leifarnar okkar eru þessar fjarlægðir frá mælingunum sem eru rauðu punktarnir að svörtu punktunum sem eru þessi spágildi okkar. Hvað myndum spá að útkoma væri eða væri engin óvissa. Punktar sem lenda fyrir ofan línuna hafa jákvæða leif en punktar sem lenda fyrir neðan línuna hafa neikvæða leif. Við viljum oft skoða þessar leifar nánar með gröfum sem kallast leifarit. Þá erum við búin að tökum við þetta sama graf nema nú ætlum við ekki að hafa y-gildin sjálf á y-ás, heldur ætlum við að hafa stærðina á leifunum. Við getum hugsað okkur sem svo að við séum að snúa þessu grafi. Og leifariti, þá einfaldlega erum við búin að á x-ás erum við áfram með gildin á skýribreytinu okkar, en á y-ás erum við búin að teikna upp gildin á leifunum. Þessi frávik frá mældu gildunum frá spágildunum sem við spáðum. Og áfram er það þannig að þegar þessar leifar eru jákvæð stærð, þá erum við jákvæða leif, en þegar eru neikvæð stærð, þá erum við neikvæða leif. Svona gröf heita leifarit. Og þau leifarit gegna mjög mikilvægu hlutverki. Við erum að kanna hvort að við getum framkvæmt línulega aðhvarfsgreiningu eða ekki. Þegar við framkvæmum línulega aðhvarfsgreiningu, þá gerum við ráð fyrir nokkrum hlutum. Það eru ákveðnar forsendur sem þurfa að gilda. Og þessar forsendur eru tvennar. Annars vegar gerum ráð fyrir því að þessar leifar líkansins séu óháðar, það sé engin fylgni með neitt annað og þær fylgi sömu normaldreifingunni.
Leifariti hjálpar okkur að kanna hvort þessar leifar virðist vera óháðar, það er að segja hvort það sé örugglega engin regla í þeim. Það má ekki vera neitt mynstur í þessu leifariti og að raun og veru að þessi breytileiki sé algjörlega óháður skýribreytunni. Við sjáum þetta betur nokkrum myndum á eftir. Seinni forsendan, hvort þessar leifar fylgi normaldreifingu eða ekki, er hægt að kanna með normaldreifingarriti sem sáið í kafla 5.4.1. Skoðum aftur hérna dæmi nokkur leifarit. Hér efst til vinstri sjáum við dæmi bara mjög gott leifarit. Það virðist ekki vera nein regla í leifunum og þær falla bara svona handahófskennt fyrir ofan eða neðan núllið. Hér til vinstri á grafi B erum við ekki með rétt leifarit vegna þess að leifarnar dreifast ekki handahófskennt fyrir ofan eða neðan 0, heldur að dreifast fyrir ofan eða neðan gildi 10 sem alls ekki að vera. Þá eru allar leifarnar jákvæðar. Það eiga að vera ýmist jákvæðar eða neikvæðar. Leifaritið á mynd C er heldur ekki nógu gott. Og hvers vegna? Jú, að hérna finnst okkur vera smá samband í leifunum. Það er að segja, ég geti ímyndað mér, ég geti dregið einhvern svona feril, ég er að sjá eitthvað mynstur í leifunum. Ég finnst ég sjá smá ölaga samband hérna í leifunum. Það finnst mér ekki nógu gott. Og það er líka eitthvað sem er athugavert við leifarit hérna myndum með D. Og hvað er það? Jú, hérna er breytileikin ekki alltaf eins. Sjáðu leifariti A, þá er alltaf sami breytileiki í leifunum. Það er víkja jafn langt frá núllinu, alveg sama hvort ég er með lítil x eða stór x. Með þessu leifariti, það er með lítinn breytileika fyrir lítil x, en það virðist vera að fara vaxandi fyrir stór x. Það viljum við heldur ekki sjá. Í næsta myndbandi ljúkum við umfjölluninni einfaldleika.